Með öllu, en nú tekur til máls frummælandi Guðrún Karls Helgadóttir. Takk fyrir, forseti. Takk fyrir þessa góðu umræður. Það gott að heyra ykkur öllum. Þetta mál eins og það lítur út núna, þessi breytingatillaga, náttúrulega niðurstaða samtals og það þannig sem kirkjuþing virkar best. Þetta svona kannski augljóst dæmi það hvernig kirkjuþing virkar vel. Þegar við tölum saman og við erum tilbúin líka að skipta skoðun, þegar ljóst að við erum ekki öll sammála, því að eins og ég held að vera Steindór sem sagði það í gær, hér inni eru mjög sterkir viljar og það þessna sem við erum hérna. En við þurfum líka að vera tilbúin að hlusta á hvert annað og það kannski tákgrænt að, ég veit ekki hvort þið vitið, en við erum í einum aðal brúðkaupssalnum í þessu húsi. En takk fyrir góðar umræður, nú kjósum við. Þá umræðu lokið 22. mál, síðar umræðu og þá það leggja fram breytingatillögun á þingskjali 75, þeir sem geta samþykkt hana gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, hún samþykkt samhljóða og þá það 22. mál borið upp með áorðnu breytingum, þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 27. mál í síðari umræðu. Nefndarálit við tillögu af starfsreglum íslensku þjóðkirkjuna erlendis. Það nefndarálit á þingskjali 72, þetta frá löggjafarnefnd og framsögumaður Arna Grétarsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti. Ég flyt hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum íslensku þjóðkirkjuna erlendis. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali nr. 27 verði samþykkt óbreytt. Orðið laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá síðari umræðu lokið. Þá það 27. mál, þeir sem geta samþykkt það, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 28. mál til síðar umræðu. Nefndarálit við tillögu til þingsályktunar stuðning þjóðkirkjunnar við safnaðarstarf erlendis, það frá fjárhagsnefnd. Það nefndarálit og breytingartillaga á þingskjali 70. Framsögumaður Hermann Ragnar Jónsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég les nefndarálit og breytingartillögu við tillögu til þingsályktunar stuðning þjóðkirkjunnar við safnaðarstarf erlendis. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið á þingskjali nr. 28 og leggur til að það verði samþykkt með eftirfarandi breytingartillögu. Við ályktunina bætist við málsgrein sem orðast svo: Úthlutunarnefnd Jöfnunarsjóðs verði falið að semja sérstakar reglur vegna úthlutunar til safnaðarstarfs erlendis. Og undir þetta nefndarálit rita allir fjárhagsnefndarmenn. Orðið laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá síðari umræðu lokið. Þá ber ég upp til samþykktar breytingartillögu á þingskjali 70, þeir sem geta samþykkt hana gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, hún samþykkt samhljóða og þá ber ég 28. mál upp með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Var 41. mál átti að það bíða, já, það þarf að laga það. Þá það fyrir tekið þá 42. mál til síðari umræðu. Nefndarálit og breytingartillaga við tillögu að starfsreglum kirkjuþing unga fólksins frá allsherjarnefnd. Já, það ekki tilbúið, eða hvað? Og ekki komið hverju framsögumaður heldur, ég ekki með það.
Nei, ekki á blaðinu. Jú, hérna, jú. Við skulum aðeins hingra við að það komin, það er komið, já. Það er Þuríður Björg Árnadóttir Víum sem tekur nú til máls. Framsögumaður. Forseti, ég les nefndarálit og breytingartillögu við tillögu að starfsreglum kirkjuþing unga fólksins frá allsherjarnefnd. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali nr. 42 verði samþykkt með eftirfarandi breytingartillögu. 1. grein tillögunnar orðist svo: Biskup Íslands boðar til kirkjuþings unga fólksins í samráði við forseta kirkjuþings. Þingið skal haldi árlega á tímabilinu ágúst fram í maí og starfi í 2 daga yfir helgi. Þingmál skulu hafa borist þingfulltrúum að minnstakosti 5 virkum dögum fyrir þingdag. Og 10. grein tillögunnar orðist svo: Starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021 öðlast gildi 1. janúar 2022. Frá sama tíma falla brott starfsreglur kirkjuþing unga fólksins nr. 316/2020 með síðari breytingum. Og undir þetta skrifar öll nefndin. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið. Þá liggja hér fyrir 2 breytingartillögur sem ég held að sé nú þannig að við getum bara tekið það báðar í einu. Og það er á þingskjali 78 og þið sjáu hér fyrir framan ykkur. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingartillögu gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Og þá er 42. mál borið upp til samþykktar. Það er nefndarálit og breytingartillöga, eða málið er tillögu á starfsreglum kirkjuþing unga fólksins með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhverja móti eða samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 43. mál. Til síðari umræðu. Það er nefndarálit við tillögu á starfsreglum í héraðsfund og héraðsnefndir. Það er nefndarálit á þingskjali 74, þetta er frá löggjafarnefnd og til máls tekur framsögumaður Steindór Runnuberg Haraldsson. Forseti. Þetta er nefndarálit frá löggjafarnefnd héraðsfund og héraðsnefndir. Hljóðar svo: Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan verði á þingskjali nr. 43 verði samþykkt óbreytt. Undir þetta skrifar öll löggjafarnefndin. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið. Þá ber ég upp 43. mál. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhverja móti samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Nú gerum við 30 mínútna hlé á þessum fundi.
er framhaldið og fyrir tekið 44. mál. Það er nefndarálit við tillögu að starfsreglum starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófaststarfa. Það er síðari umræða frá fjárhagsnefnd og framsögumaður er Einar Már Sigurðarson og tekur hann nú til máls. Og þetta er á þingskjali 71. Forseti, fjárhagsnefnd kom saman til fundar í gær og fór yfir þau mál sem til okkar var vísað og eitt þeirra var 44. mál. Það er að segja tillögur að starfsreglum starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófaststarfa. Niðurstaðan var afskaplega einföld og hljóðar svo: Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið á þingskjali 58 og leggur til að það verði samþykkt óbreytt. Og undir þetta rita allir fjárhagsnefnd sem eru á þinginu þessa dagana. Aðeins kannski bara til þess að fólk misskilji nú ekkert, og það kemur þetta fram í greinargerðinni með tillögunni, að eins og þið munið þá var skipuð 3 manna nefnd til þess að fara yfir þessar reglur. Og það er hægt að upplýsa það án þess að fara nokkuð efnislega í þau mál að við höfum átt nokkura fundi með fulltrúum prestafélagsins og það er býsna gott talsamband á milli okkar og við hittumst reglulega og erum svona að skoða ýmsa hluti og skilum vonandi eins og gert var ráð fyrir tillögum þetta með endurskoðun, þannig að það verði hægt að hefja nýja vegferð á þessum slóðum frá 1. janúar 2023. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Lagt er til að 44. mál verði samþykkt óbreytt. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 41. mál. Það er nefndarálit við tillögu að starfsreglum áframhaldandi gildi starfsreglna þjóðkirkjunnar. Það er síðari umræða frá löggjafarnefnd, framsögumaður er Bryndís Malla Elídóttir og nefndarálit er á þingskjali 73 og tekur nú Bryndís Malla til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum áframhaldandi gildi starfsreglna þjóðkirkjunnar. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillaga á þingskjali nr. 41 verði samþykkt óbreytt. Eins og fram kemur í greinargerð með tillögunni er kirkjuráði falin ábyrgð og hlutverk í ýmsum þeirra starfsreglna sem tillagan nær til. Löggjafarnefnd leggur áherslu á að með samþykkt þingsályktunar stjórnskipan þjóðkirkjunnar á aukakirkjuþingi 2021, þar sem rekstrarstofa og biskupsstofa fara hver með sín verkefni í nánu samstarfi og með samþykkt nýrra starfsreglna kirkjuþing, þingsköp kirkjuþings og fjármál þjóðkirkjunnar á sama þingi er ljóst að búið er að skipa öll helstu viðfangsefnum þeim sem kirkjuráð hefur haft með höndum. Framantaldar þingsályktanir og starfsreglur ganga almennt framar eldri heimildum sem fela kirkjuráði hlutverk. Löggjafarnefnd telur brýnt að allri endurskoðun þeirra starfsreglna sem tillagan í 41. máli tekur til og þar sem kirkjuráð er tilgreint verði lokið á fyrirhuguðum fundi kirkjuþings 2021-22 í marsmánuði 2022. Axel Árnason Njarðvík sat hjá við afgreiðslu málsins. Aðrir í löggjafarnefnd rita undir nefndarálitið. Orðið er laust. Axel Árnason Njarðvík tekur til máls. Forseti, ég vildi fá að nota tækifæri til þess að útskýra með fáeinum orðum af hverju ég vildi kjósa það að sitja hjá við afgreiðslu löggjafarnefndarinnar. Og það helst er það að það umboð sem kirkjuráð hefur haft hingað til er ekki veitt öðrum að fullu. 38. mál sýnist mér hafi verið dregið tilbaka og dregur skýrar fram það umboð sem rekstrarstofan hefur og átt að veita hluta til, þetta umboð sem kirkjuráð hefur haft, en það sem út af stendur af umboði kirkjuráðs er óveitt öðrum. Og það er ekki hyggilegt að verkefnin séu unnin umboðslaust af einhverjum aðilum sem taka síðan ábyrgð á því að ákveða eitthvað
sem kirkjuráð ákvað þó áður í umboði kirkjuþings. Mín hjáseta er fyrst og fremst til þess að draga það fram að við verðum með einhverjum hætti að draga það fram áður en að nýtt ár rennur í garð hver í raun og veru ber ábyrgð eða hefur það umboð sem kirkjuráð hefur haft. Það er víða sem kirkjuráð er getið í starfsreglum og það að segja síðan að menn finni bara út úr þessu er ekki gott stjórnskipunar fyrirkomulag. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, hvað varðar það sem að fyrir ræðumaður var að nefna í, þá teljum við að það umboð sem kirkjuþingið hefur í dag, sem er reynda mikið meira heldur en það hafði og æðsta stjórn kirkjunnar, og þá hafi kirkjuþing algjört vald í sinni hendi að bregðast við öllum málum. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið. Ber ég upp 41. mál. Það er nefndarálit, það er málið 41. mál, þessi geta samþykkt, það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fyrir er tekið 45. mál. Það er nefndarálit og breytingartillaga við tillögu til þingsályktunar jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar frá allsherjarnefnd á þingskjali 76, framsögumaður Margrét Eggertsdóttir og tekur hún nú til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit og breytingartillögu við tillögu til þingsályktunar jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar frá allsherjarnefnd. Ég vil kannski byrja á því að segja frá því að allsherjarnefnd ræddi heilmikið þetta mál og það er tillögur sem komu fram í gær jafnréttismálin og nefndin hefur fullan skilning á því sem þar kom fram, en þegar við förum að fara yfir þessa stefnu þá er hún augljóslega fjallar hún eingöngu jafnrétti kynjanna og það hefði verið að semja nýja stefnu ef við hefðum átt að breyta því, þannig að það þarf kannski að semja nýja stefnu og það er það sem við tökum heils hugar undir, en allavega þá er breytingartillagan núna svona. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali nr. 45 verði samþykkt með eftirfarandi breytingartillögu. Heiti stefnunnar og fyrsti kaflinn sem er inngangur orðast þannig: Stefna þjóðkirkjunnar og áætlun jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Og þá er það fyrsti kaflinn, inngangur. Stefnan er skuldbinding þjóðkirkjunnar stöðugar umbætur í jafnréttismálum. Stefna þjóðkirkjunnar jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna á að stuðla að jafnrétti eins og rétt og skylt er í samræmi við líf og boðskap Jesú Krists. Undirstöðuatriði kristins boðskapar fela í sig jafnréttis hugsjón og skírn inn í kristið samfélag. Er þetta eitthvað vitlaust? Er þetta öðruvísi sem er þarna uppi? Gerir enga greinarmun á kyni eða stöðu einstaklinga. Því er jafnréttisstefna viðurkenning manngildis og jafnréttis allra einstaklinga. Stefna kirkjunnar tekur mið af gildandi jafnréttislögum á Íslandi. Þar er meðal annars lögð áhersla á að kynjasamþætting sé fest í sessi sem mikilvæg leið til að koma á jafnrétti. Þá mun kirkjan vinna eftir lögum kynrænt sjálfræði og gæta þess í öllu sínu starfi að fylgt sé ákvæði 65. greinar Stjórnarskrár lýðveldis Íslands nr. 33/1944. Jafnframt er tekið mið af því að þjóðkirkjan er aðili að Alkirkjuráði, Kirknaráði, Evrópu og Lúterska heimssambands.
lúterska heimssambandinu. Samtökin hafa hvatt kirkju sína til þess að gæta að jafnréttissjónarmiðum til hins ýtrasta. Stefna þjóðkirkjunnar jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna tekur til stjórnkerfis kirkjunnar, alls starfsfólks hennar sem og til þeirra starfsemi og þjónustu sem kirkjan veitir. Og undir þetta skrifar öll allsherjarnefnd. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Þannig að þá er síðari umræðu lokið og gengið verður til atkvæða breytingatillöguna á þingskjali 76. Þeir sem geta samþykkt breytingatillöguna gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá ber ég upp 45. mál, svo breytt. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 47. mál til síðari umræðu. Nefndarálit við tillögu til þingsályktunar jafnlaunastefnu þjóðkirkjunnar, þetta frá allsherjarnefnd, á þingskjali 77 og framsögumaður er Anný Ingimarsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunartillögu jafnlaunastefnu þjóðkirkjunnar. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillaga á þingskjali nr. 46 verði samþykkt og breytt og undir þetta ritar öll nefndin. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Þá ber ég upp 47. mál, þeir sem geta samþykkt það. Það er jafnlaunastefnan. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Og þá er nú bara komið að því að tillaga forsætisnefndar til 5 manna starfshóps sem skilgreinir þörf fyrir presta og djákna vegna vígðrar grunnþjónustu þjóðkirkjunnar á landsvísu. Og tillagan er svo hljóðandi. Það er Arna Gretarsdóttir, Hermann Ragnar Jónsson, Gísli Gunnarsson, Svana Helen Björnsdóttir, Þóra Björg Sigurðardóttir og lagt er til að Arna Gretarsdóttir kalli hópinn saman og leiði starfið. Eru fleiri tilnefningar eða vil einhver ræða tillöguna? Svo er ekki. Ég skal lesa það aftur. Það er Arna Gretarsdóttir, Hermann Ragnar Jónsson, Gísli Gunnarsson, Svana Helen Björnsdóttir og Þóra Björg Sigurðardóttir. Hún er svo eina sem er fyrir utan kirkjuþing, hún er prestur á Akranesi. Og öll þessi hafa samþykkt að taka sæti í nefndinni. Og Arna Gretarsdóttir, henni falið að með sinni alkunnu röggsemi að stýra þessu starfi. Er einhver athugasemdir við þetta? Gísli, gjör svo vel. Gísli Jónasson tekur til máls. Heyrist. Já, það heyrist. Ég ætla ekki að gera athugasemd við þetta í sjálfu sér. En ég bara bið þess að þessi nefnd fái það í veganesti að kynna sér þá vinnu sem unnin hefur verið. Ég hefði auðvitað átt að koma þess að í umræðin áðan, en þarna mér finnst halla svolítið mikið á suðvesturhornið í þessari nefndarskipan og þess brýnna er auðvitað að menn ráðfæri sig þá vel við þá sem þar tekja til. Fyrirgeðu, þetta var nú bara svona. Já, þakkaði fyrir Gísli. Hjalti Hugason tekur til máls. Forseti, ég fagna bara, málið er áframhaldandi í vinstru og verið er að stofna þennan starfshóp, en það kom svona upp í huga mér þegar það er fulltrúi utan kirkjuþings að hvort það hefði hugsanlega verið skynsamlegt að það væri djákni sem væri í þeirri stöðu, bara svona til að auka breiddina í hópnum. Það eru þarna aðrir prestar fyrir og fleti.
Takk fyrir þessa athugasemd. Hjalti að það var verið að hugsa að fá fulltrúa unga fólksins í þetta og þetta það sem við komum okkur saman með og við erum búin að ræða við þessa konu. Þannig að ef það einhver tillaga til breytinga þá þarf hún að koma fram. En ef svo ekki þá bara veit ég að nefndin, Gunnlaugur Garðarsson. Það var ljóst í umræðunni allri að við vildum ná góðri heildarmynd og góðri heildarsýn í þessari vinnu og án djákna ekki heildarmynd eða heildarsýn. Það verður þá að koma fram tillaga skrifleg ef að þá að breyta þessari tillögu. Steinþór Haraldsson tekur til máls. Forseti, ég treysti þessari nefnd eða tillögu að þessari nefnd, ég treysti því fullkomlega. Ég held að þetta geti bara orðið ágætt. Við getum aldrei uppfyllt allar óskir, sko, það er hvar er sóknarnefndarformaður í nefndinni, hvar er organistinn í nefndinni, hvar er þessi og hvar er hinn. Þetta verður alltaf svona, við verðum bara að finna það sem okkur þykir skást og ég legg eindregið til að þetta verði bara samþykkt eins og þetta er. En ég beini því til nefndarinnar að eins og við höfum oft talað að taka upp þau vinnubrögð og hafa eins mikið samráð af því að það er fólk í þessari nefnd sem hefur talað mikið fyrir samráði. Þess vegna treysti ég því. Takk fyrir. Til máls tekur Hjalti Hugason í annað sinn. Já, það er viss vandi á höndum þar sem að forsætisnefndin hefur auðvitað lagst yfir málið og fundið ákveðin balans í nefndarsamsetningunni. En það þyrfti nú kannski ekki að skipta út þessum fulltrúa sem þá valinn úr röðum yngra fólks. En það væri tvennt að ræða, sem sagt að leggja fram tillögu djákna nú eða bara einungis að nefndin fengi mjög skýr skilaboð frá kirkjuþinginu að hafa samráð meðal annars við Djáknafélag Íslands þá í raun og veru og það væri kannski hættu minni tilraun að gera það heldur en að fara að koma með tillögu að nafni. En þannig að ég svona vil lauma því að í nefndarskipunarbréfinu komi fram ákveðin ósk það sem sagt að Djáknafélagið verði haft með í ráðum og fullt samstarf verði haft við það ef að ég mætti lauma þeirri tillögu að. Þakka fyrir Hjalti. Ég ætla bara að taka það fram að þessi tillaga að nöfnum algjörlega í samráði við allsherjarnefnd og þannig að það ekki forsætisnefnd sem eins sem kemur að þessu. Kristján Björnsson, vígslubiskup, tekur til máls. Já, forseti, að því að var small ekki alveg strax samþykki fyrir þessari uppstillingu eða tilnefningu forsætisnefndarinnar, þá langaði mig bara til að leggja til að það verið gefinn svona smá tími þannig að það var nú gjarnan sá háttur á að kjósa í lok þingfundar í alla nefndir sem hefur ákveðið að stofna til. Erum við að ljúka núna? Já, þá er ég bara á röngu. Ég hafði ekki áttað mig á því hvað málaskráin gekk vel. Ég biðst bara afsökunar á því en bara óska þá þeim velfarnaða sem hafa verið tilnefndir í þessa nefnd.
Ég veit að þau hafa hlustað vel á þessar athugasemdir og Ragnhildur búin að skrifa þetta niður með samráðið og það þarf að auðvitað hlusta á sem flesta og ég treysti þessari nefnd til þess að gera það. En þá bara skoðast þessi nefnd samþykkt. Takk fyrir. Og þá bara komið að lokum þessa 7. fundar og ég vil bara byrja á því að þakka fyrir góða fundarsetu, afskaplega bara góðar umræður á þessu þingi. Það hefur verið góður andi hér í þessum fallega sal og það farið vel okkur. Ég vil þakka starfsfólki Biskupsstofu fyrir afskaplega góða þjónustu við okkur og þakka starfsmönnum þingsins sérstaklega, þakka hótelinu fyrir hvað umgjörðin góð hjá okkur og hvað við höfum fengið gott að borða. Og þá segi ég þessum 7. fundi slitið en kirkjuþingi 2021-2022 frestað. Og nú verður flutt fararbæn og blessunarorð og það það matur klukkan 12. Þannig að nú tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir biskup við. Já, kæru félagar, ég ávarpa ekki forsetann að því hún er búin að slíta þinginu, þannig eða fresta því. Ég vil líka nota þetta tækifæri til að þakka fyrir. Mér finnst þetta búið að vera, tek undir að mér finnst búið að vera góður andi hér núna. En þá þessi hefðbundna ferðabæn og fararblessun í lokin sem ég ætla að biðja ykkur að taka þátt í. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Við lesum saman úr Saltaranum, 37. Davíðshálmi og við lesum öll saman feitletrað. Ég les síðan indregnu línurnar og þið lesið síðan útregnu línurnar. Drottinn Guð minn, ég vil þakka þér að eilífu. Drottinn, til himna nær miskunn þín, til skýjana trúfesti þín. Mönnum og skepnum hjálpar þú Drottinn. Þau seðjast að feiti hús þíns og þú lætur þau drekka úr lækjum unaðsemda þinna. Drottinn Guð minn, ég vil þakka þér að eilífu. Svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Drottinn Guð minn, ég vil þakka þér að eilífu. Á vegu friðar, hamingju og blessunar leiði okkur almáttugur Guð og heilagur engill Guðs fylgi okkur. Drottinn Guð, við þökkum þér fyrir þessa daga sem við höfum átt saman á kirkjuþingi. Viltu gefa okkur ávöxt þess sem sáð var til að þínum vilja. Þú sem leitir Abraham og Söru á ferð þeirra og lést börn Ísraels ganga þurrum fótum gegnum hafið og stjörnu vísa vitringum veg að jötunni. Við biðjum þig, gef okkur öllum góða ferð heim. Veit okkur fylgd engla þinna á leið okkar að því takmarki sem þú hefur sett okkur og síðir heim að ströndu eilífs hjálpræðis. Þess biðjum við þig í nafni Jesú Krists. Amen. Engill Drottins leiði þig á öllum vegum þínum. Og við skulum rísa úr sætum og syngja saman Son Guðs ertu með sanni. Son Guðs ertu með sanni, sonur Guðs Jesú minn. Son Guðs syndugum manni, sonar
Farið í friði og þjónið drottni með gleði. Blessun Guðs föður og sonar og heilags anda sé með okkur öllum. Amen. Ég bið Guð að gefa ykkur öllum innihaldsríka aðventu og gleðilega jólahátíð.